hátíðarstund í Túborg 10 í Hamraborginni, Dr. Fútból og Túborg, tölum boltan. Já, þetta slóganið sem boltinn með Gunnar Birgis ætlaði að taka sér. En nú Dr. Fútból og Túborg búin að eigna sér þetta. Ég að vinna tölum boltan. Já, ég að vinna í 9. En það eins og ég sagði, hátíðardagur í dag. Beint Mosso, sjálfur Gunnar Birgisson. En stjarnan í dag að sjálfsögðu Auðun Blöndal, velkomin. Já, takk fyrir það. Auðun Blöndal, auðvitað, já það ekki bannað að hlæja hérna. Þetta verður einhvern veginn svona þáttur hjá okkur í dag. Fíla. Alheimsdraumurinn verður frumsýndur á Stöð 2 í kvöld og ég veit að það mikil spenna. Þú veist, ég 44 ára, ég mjög spenntur en ég meitt 7 ára sem nánast bara hoppandi af spenningu fyrir kvöldið. Já, þetta gaman að heyra, þetta allir skalinn, sko. Já. Þetta, fyrstu 2 þættirnir voru sýndir í bíó á miðvikudaginn og það var mikil hlegið, þannig að það var svona léttir að sjá það. Það heldur betur, svo ég ég laka til að horfa þetta á, og svo þetta bara Stöð 2 Plus. Það ekki eins og í gömlu góðu dagana þegar maður beið bara eftir að þættirnir byrjuðu en ég vil samt að fólk geri það. Já. Ég held að þetta sé svona þáttu sem að fólk að taka í línulegri, sko. Já. Að þetta á föstudagskvöldi og familjan saman, og poppa á svona. Það heldur betur. Ég vona það allavega. Já, það heldur betur þannig og meira þess að gömlu þættirnir ykkar, þeir eru ennþá að rúlla hjá þessum krökkum, sko. Já, þeir eldast misvel þarna nokkuð, sko. Ég var að rúlla í gegn atvinnumönnum okkar 1 og ég búinn að taka ameríska drauminn og svona aðeins svona. Það til dæmis nokkur aðri ameríska drauminn sem að hafði ekki flogið í alheimsdrauminn, það verður ekki næst. Það svo geðveikt, sko. Fitnessport, það komin svona rafmagnsristingur í fitnessport, eitthvað þið tveir þekkið Brúsi. Já. Það rafmagnsristingur kalla ég þetta. Það setur hann í bara til að blanda prótein og svo. Þannig að þú þurfur ekki að vera svona. Ég skilji. Spara þess orku. Fyrir kvöldið. Dominos Pizza og Dr. Fútból, það hvað aftur She'll Like It Too? Hvað það til? Það She'll Like It Too, það fitnessport. Það testabústinn. Það testabústinn, She'll Like It Too. Dominos, þið að fara að vinna með Dominos tengslu ameríska alheimsdrauminn. Það rétt. Ég held að byrja næstu helgi, 8 byrja í dag, en ég held að ekki nást. Við áttum allar að gera okkar drauma pítsu fyrir Dominos. Svo það keppni og það innegni í búið fyrir hann sem vinnur. Það ég, Sveppi, Pétur og Steindi. Það mjög fyndið. Þetta svona sýnir ekki það Pétur Jóhann nú alveg metnaðarfullur maður. En við áttum allar að senda nöfnin á pítsunum og álegginn. Mín heitir Pizza 60 blöð og ég var búin að pæla mikið í þessu og búin að senda á lið og spurja og svo bara sendi ég og búin að leggja mikið metnað þetta. Pétur Jóhann sendir bara í gær langsíðastur, hann heitir Pete and Cheese og þetta bara meat and cheese. Hann bætti skinku á, annars þetta bara nákvæmlega eins. Ég bara, góður. Og það víst vinsalasta pizzan á Dominos, meat and cheese, þannig að hann í góðum málum. Pétur Jóhann ekki fæddur í gær, vinner, algjör vinner, það þekki hann allir sem að spila íþróttu við hann. Já, mikið keppnisskap. Vinner DNA í honum, tjekkan byrjuð, 15% afsláttur eða segir að Dr. Fútból hafi sendt þig. Sága spurningin með tölvutek aldrei með veg og þarna eru gömul raftæki að fá endurinn í lífda, kannski ykkur iPad, hérna gjörðu svo vel, selja hann fyrir 20.000 krónur, hann hringrásar hagkerfið okkar og þetta var eitthvað sem ég náði að íta í gegn inn í tölvutek. Drengir, sko ég ætla að hafa bara Auðun Blöndal í þessa spurningu af því að ég skora fólk að horfa á þetta á YouTube af því að vera með stórstjörnu. Hér ég með sigurvegarann í ensku úrvalsdeildinni. Já. Og þú fær bara að sjá eitt liðan inni. Þú þurftir, það verið gaman að hafa það líka svart. Já, en það Manchester United hefur unnið þetta 13 sinnum. Já. Ég vil þú segja mig hvaða lið vann þetta 8 sinnum, 5 sinnum 3 svar og svo 3 lið hafa unnið þetta 1 sinni. Hvaða lið hefur unnið 8 sinnum? Það væntanlega City. Rétt. 5 sinnum. Svo myndi alltaf verið Chelsea. Rétt. 3 svar. Ætli það sé ekki okkar menn í Arsenal. Rétt. Og svo 3 lið með 1 titil. Leicester. Já. Leeds, var það orðið úrvalsdeildin? Nei, ekki Leeds. Leicester, einu sinni? Já. Hvað það? Liverpool? Já, rétt. Og við erum að gleyma... Hver ég að gleyma? Hver ég með blöðurinn að gleyma núna? Veist þú það? Hvernig? Hann veit þetta, já. Það er satt að leifa blöðurinn að gera þetta. Þetta þoli ekki þrifast. Ég að horfa á treyjuna. Já, Blackburn. Það hár rétt. Rugglaðast á Leeds og Blackburn.
Já, það var bara mannlegur, en þetta var hrikalega vel gert. Og það er Andy Cole að þakka að Blackburn vann titilinn. Hann fekk nokkuð færa á mútið Vestham hérna í þeim leik. Það er bara gaman að þeir hafa unnið þetta einu sinni. Já. Það held ég, þema þáttur hans svolítið Auðun Blöndal og boltinn. Tölum boltan. Skagafjörðurinn. Tveir Skagafjörðingar. Já. Það er sterkt. Gunnar Birgisson flutti 12 ára. Nei. Jú, ég er með skýrslu frá 2007 af þér í afturhendingu. 2008. Undir höndunum, nei, 2007. Því meður. Ég veist líka alltaf að ég fyndi þér út að tala í þættunum bara hvað þetta hefur verið erfitt upgrowing það á Söðurkróki, hvað mammaðin og afi áttu bara SO. Þú veist, þannig að ég var bara í blokk og var ekki með herbyggi, sko. Já, veistu hvað er erfitt að vera með allar þessar freistingar allan daginn. Fórum alltaf með og af að slá út. Já, fara ábæð. Já, fara ábæð og slá út. Neislamar. En búin að bróðinu auðvitað í bæjarstjórnarmálunum í Mosó og þið auðvitað orðinni allt í öllu í bænum. En Auðun Blöndal gerir flotta hluti í höfuðborginni. Herðu, Auði, þetta er með vinkunum minni, Ingu Tinnu á dineout.is þar sem við pöntum matinn og pöntum borðinn. Já. Sko, ég held þú áttir ekki á því að þú áttar svakalega aðdándur inn á Dóttur fútból, ekki bara mig, heldur Gunnar Birgisson og Sigurður Bond. Þeir eru miklu blöðarar. Svakalega blöðarar. Ég ætlaði svona, þú veist, ég ætlaði að fá þig til að meta eigið stöff. Top 5. Já, bara svona powerranka mitt. Já, það sem þér finnst best. Og ég veit að Gunnar Birgisson... Hér er ég með mjög sterkar skoðanir. Já. Ef ég fengi að byrja, hvað er það 5. besta sem Blöð hefur gert? Sko, ég setti þetta hérna. Mér fannst þetta mjög erfitt. Það eru þættir þarna sem komast ekki inn sem ég þykja ótrúlega vænt. Sko, í 5. seti tónlistarmenn okkar. Já. Mjög stoltur af þeirri seríu. Já. Eina Eddan á verðlunum. Já, og... Einmitt. Það er ótrúlegt, já. 4. seti seti leynilögu. Hefur þú bara einu sinni fengið svona? Þetta er ekki Eddan. An award. Því að 4. seti leynilögu. Hvernig getur hún bara verið í 4. seti? Já, svo í 3. seti... Býtu. Leynilögan er bara eina bíómyndin sem ég hef hort á síðust 10 árum. Já. Þetta er the only motion picture sem ég hef hort á. Gaman að heyra. Og ég er búin að horfa á hann svona 8 sinnum. Motion picture. Bara, þú veist, í 3. Þú veist, þegar ég flýg eitthvað áður en ég var glérhættur playeri, þá horfði ég alltaf á myndin. Ég kannan með það. 3. seti, ok. 3. seti eru draumarnir. Ég set þá bara alla saman í eitt. Þannig þetta er ekki asíski, það er bara draumaseríunar. Já, draumaseríunar. Já. Setja það í 3. seti. Í öðru sæti er 70 mínútur. 70 minutes, heldur betur upprýðuna þetta. Þeir DFT-diskar fengi að rúla ansi oft í hólatúrunum. Og mátt ekki var svona hratt yfir þetta Blöð, ég er að fá hérna gull efni, sko. Þú veist, 70 myndur náttúrulega, svo gerir ykkur svona upprýðuna þetta á 70 myndum, sem var alveg helviti skemmtilegt. Ég og 70 mínútur. Já, og maður var bara sumt að þessu bara svona shit. Það var gert líka hvernig flög þetta í gegn? Það var alveg langt síðan að ég gerði eitthvað sjónvarp og að beðið um eitthvað svona suma það. Þetta var geðvikt. Við sátum heima og maður öskra á hláturöfus. Já, það eru atrið þarna sem maður myndi aldrei gangi í dag. Þetta er líka, sko, kosturinn við 70 mínútur þetta er fyrir samfélagsmiðla. Það væri, sko, veist, ég var næstu kanselað í 70 mínútum áður en samfélagsmiðla komu og það, ég gleymi ekki, það var allt brjálað, það tengdist Rítalín. Þá var ég bara heimskur í stúdíónu og var að tala um bara krakkar, ég man ekki hvernig ég orðaði þetta einhvern veginn hræðilega og það var allt brjála og svona alvöru reiði og sama þegar Sveppi fór með hundin á hlaupabrettið og eitthvað og svo nummer 1 að því besta ég verð að setja FN95 Blöð þar það sé svona bestaferðin og allt sem að fylgi því bara eins og þjóðatíð og bara peningarnir og allt bara en þú veist þessu allir peningarnir búin í 14 ár líka ég veit að allir blöðpeningar fer þetta allir neyðarsjóðu fjölskyldunar ertu bara með einhvern trillta neyðarsjóðana heima en sko á ég að tala um það en sko ég sko ok ránt skref en hverjum er ekki drulluð sama það var að því að bara þegar Pálmi Guðmunds beðum að vera með FN95 Blöð þá sagði ég strax við hann nei. Ég var bara, nei, ég er ekki að fara að byrja á FM eitthvað og bara var alveg þvílíkt á móti þessu. Var svo alla nóttina að hugsa þetta. Bara, herri, það gæti verið gaman, langt síðan. Þá hafði ekki verið útvarpsþáttur í bara mörg ár þar sem var eitthvað fíflaskapur, tvíhöf og löngu hættur. Það var ekki þannig í gangi. Þannig ég bara, herri, ok, kannski er þetta rétti tíminn fyrir þetta. En þá bara ég í svona my self-awareness eitthvað, ok, en byrja að fara allir að tala um ég sé bara hættur í sjónvarpi og þannig þá kemur textinn, myndbandið, þannig
Já, svona basically að reyna að taka þetta vopn úr höndunum á fólki að segja bara, hvað það hættur sjónvarpinu byrjar FM. Gunnar Birgisson, því að þú nú sterkar skoðanir á því sem Auðun Blöndal hefur gert og hann svona, þú manst væntanlega bara ekki eftir lífinu öðruvísi en að Auðun Blöndal sé á skjánum, þú ert bara 6 ára þegar hann byrjar. Ég fæ að vaka eftir sko 70 myndum en við þurftum að taka það náttúrulega á netinu af því að Pop TV náttúrulega náðist ekki var ekki á krókum sko. Þannig að þegar maður kom í bæinn þá fór maður oft í frænk og frenda og eitthvað svona og þá var mesta sportið að horfa á Pop TV sko. Já, ég trúi því. Að sjá þetta, en við þurftum yfirleitt að setja þetta á í tölvunni sko, ég og bróðir minn. Þannig að sko fyrir þína kynslóð, ég var að hugsa þetta ekki, þá Auðun Blöndal svona, hann Ómar Ragnarsson eitthvað kynslóð. Því að mannstu að við vorum litlir auðvitað, þá var alltaf Ómar Ragnarsson í sjónvarpinu. Já. Nei, hann var ekki alltaf í sjónvarpinu þegar við vorum litlir. Jú, stiklur og allt þetta, maður var bara límdur við þetta. En ég var sko Latta aðdáandi bara númer 1 sko. Ég beið eftir Hemma Gunn til að sjá Latta sko. En svo líka alveg grillað þegar maður hugsaði þess að tala með Hemma Gunn, vissir þetta var bara annarkvöld miðvikudag. Já. Það var ekki eins og í hverju viku. Nei, svo datt hann stundum út, kallinn. Já, en þurftu settir í. En svo spurning sko hvað við látum qualify inn í þetta. Sko tekin náttúrulega mjög gott stöf. Sko atvinnumennir okkar hefði ég alltaf sett þetta. Og bannað að hlæja. Og bannað að hlæja náttúrulega frábært. En svo er eitt í þessu. Sko ég held að það sem að lifi mest hjá mér og mínum vinahóp núna, það að segja frasar og annað, það er ríkið. Ríkið var svona pínu költ eftir á. Ríkið var költ eftir á. Já, það hitti ekki þegar það var frumsýnd sko. Sko, ég veit ekki, sko allavega síðast þegar ég tjekkaði á YouTube, þá var búið að taka yfirgreiðsluna af YouTube, það var einhver snillingur sem að klippti bara saman öll atriðin hjá blöðaranum í ríkinu. Það er, held ég bara, það er það besta sem hefur komið á YouTube bara. Þetta er bara svona eftir hrunblöð. Hann breytti smjörið, hann fór að umgangast Gilsagan. Já. Og Gilsagan með fjarþjálfunum sinni, komunum í form og breytti blöðunum aðeins, hertan aðeins og það var þessi nýja harði blöð sem við fengum að sjá þarna. Þetta er bara þannig. Og fyrir þá sem vilja komast í fjarþjálfun Gilsarans, þá er það 3.990 hjá Gilsaranum. Hann er maður sem kom Auðunum Blöndal í form. Gefa hann það eins og það er alveg rétt. Þetta er einhver mesti búðingur sem ég sé þegar hann labbaði inn til okkar. Hann leit út eins og ég í dag þegar ég sá hann fyrst. Allur mjúkur. Ég hitti Egil síðustu viku. Já, við erum byrjaðir. Góð saga. Herri, ég var að reyna að hjálpa þér að auglýsa manninn. Herri, það var frábært. Sko, málið er að ég var daginn að svona uppgöta TikTok. Svona ég hef mikið talað um að ég sé mikið á TikTok. Já, svona þú veist, ég var ekki að setja á TikTok. Ég var með my Bullish Brothers í því. En ég var mikið að tala um að ég væri á TikTok. En núna er ég actually á TikTok. Og ég datt í eitthvað blöðdæmiðar. Þar er bara allt það besta sem blöð hefur gert. Og þetta var bara einhver 5 klukkutímar og ég var bara svona það er bara endalaust efni. Þú er bara kóngurinn á TikTok. Það eru mjög margir akkántar sem að nota mikið af svona blöðkvót sko. Já. Þannig að Sáum daginn eitthvað top 5 best Hack-Tua hjá Agli í þættinum eitthvað. Það er bara stemning. Það er mikið að skemmtilegum einstaklingum á TikTok. Heldur betur, við ætlum að halda okkur við boltan. Takk fyrir þetta blöð. Þetta var skemmtilegt. Já, mér var gaman að fara yfir þetta í gær. Ég var svona að reyna Svínasúpan. Svínasúpan líka, já. Margir brandara þar. Ríkið. Við þykjum mjög vænt ríkið. Þannig að já, það var ýmislegt sem kosti ekki. En þetta var svona, ég fóð bara yfir hvað mér þykir vænst Já, ég meina Strákarnir var náttúrulega mjög gott líka. Strákarnir. Ef það er eitthvað sem mér þykir vænt þá er það bygging of Verslun Kópavogs. Byggt upp í Kópavogi af Kópavogsbúum fyrir Kópavogsbúa. Og talandi um hringrásar hagkerfi þá er hægt að kaupa notuð verkfæri þar sem er eins og ný. Fleiri verkfæri í dótakassan eins og ég kalla þetta í bílskúrnum mínum. Ég kalla öll verkfæri minn dótakassa minn og fer reglulega í Bíkó og næmir í ný verkfæri í dótakassan minn. Ég er aðeins búin að vera að breyta í forstofinu heima. Herri, ég ætla aðeins að sýna ykkur eitt drengir. Þetta er alltaf svona sko. Herri, sko, peningar í fótbolta skiptu þetta máli og Marka voru að gefa út svona lista yfir launast íþróttamenn í heimi frá ári til árs, alveg frá árinu 1990. Og árið 1990 var það Mike Tyson. Já, þetta ég bara tók sjálfur eftir þessu, ég hef bara skoðun að listin daginn hvað þetta hefur breyst, þetta voru alltaf bandarískir íþróttamenn sem áttu bara, þetta er aðeins búið að... Og ef við skoðum þetta, 91 er á Holyfield, svo þetta er bara Michael Jordan erað. Já, svo hann er alveg frá 92... Það er til að tæka bútsvæntalega kemur inn. Já, sko, hann náttúrulega hættir í körfubolta. Já.
út af Sollu og Mike Tyson verður launaðastur 96. Það endurkoman á sem fangilsinu. Hvað varst að gefa í skinn þarna? Með Michael Jordan, ég skal segja það reynt ákveðan hætti. Er þetta gambling, erstu á því? Já, ég bara með alls konar kenningar. Já. 99 Þú ekki láta álhattana stýra ferðinni hér. 99 og 2000 er það Michael Schumacher. Já. Svo kemur Tiger Erað. Já. Og hann launaðastur til 2011 þannig til hann hrynur út af Sollu. Já, það var annað. Já, það var út af Sollu. 2012 Floyd Mayweather. Svo þetta Floyd Mayweather ár eftir ár og bara fótboltinn kemst ekki hérna inn fyrir 2016. 2016. Þegar Ronaldo vinnur Evrópumeistaratitilinn fyrir þetta fámenna portúgalsku þjóðina. The Eder Show. Já, vá, það var alveg mark. Og Ronaldo 16 og 17. Floyd Mayweather mætir óvænt 2018. Já, þá fekk hann einhvern bardaði það ekki. Það nóg til hjá Floyd. Það var heldur bara einhver einn. Það var ekki Conor, var það ekki 20 eitthvað? Nei, það áblæð þá. Já. Svo Messi 2019. Federer mæti síðan óvart 2020 á COVID-árinu. Og 21 Conor McGregor. Já. Og 22 Lionel Messi. Og svo síðustu 2 ár hefur það verið Cristiano Ronaldo. En það sem áhugavert að fótbolti kemst ekki að inn. Og ég held einhvern veginn, og ég hefði verið látin giska á lista, ég hefði alltaf haldið að LeBron James var á hann. Já, og líka svo maður alltaf að lesa með einhverja hafnaboltamenn sem að fá einhverja sturlaða samninga. Er það Japanar? Já, ég bara aldrei heyrt svona. En oft þetta kannski þá svona jafnar háar greiðslur í langan tíma, í staðin fyrir eins og allir þarna fær væntanlega Floyd Mayweather og Conor McGregor, þeir fá bara nánast eingreiðslu fyrir bardaðan, sko. Já, þetta allan áhugavert að sjá þetta og hvað fótboltinn fer hérna í raun seint inn og þessi eins og Zidane og þessi leikmenn voru bara ekki nálagt þessum greiðslum. Og þetta breytist í raun og veru allt með Michael Jordan. Þeir fóru að hugsa Michael Jordan sem lið innan liðs. Skiljið hvað svo brand. Já. Búið til eins og bara tennis og tennisspilar og þannig séð, sko. En hvað haldið þið að leikmenn séu að fá í prósentum af til dæmis treyjusölu og svona varning tengdu þér? Er það ekki mismunandi eftir þessum ímyndanar? Komin á blóvart, ég held að þetta væri meira, en það var eitthvað að vera að samþykja 5% daginn sem þóttu mikið. Já, ok. Ég held að þetta væri miklu herra. Af því að einstakar leikmenn hafa verið með eitthvað svona sérdíla eins og þegar David Beckham fór til Real Madrid, þá vildi hann fá einhverja hluta af þessu öllu saman. Var ekki saman með Mbappe? Já. Þetta er ekki smá peningur í þessu. Þetta ágætis peningar en já, ég held að þessir eins og LeBron James ég gaf mér bara hann væri þarna inni. Svo væntalega mun sko Shohei Ohtani hafnaboltamaður, hann mun væntalega poppa inn á þennan lista en hann náttúrulega á tiltölulega lágun launum núna en mun síðan fá greitt í raun eftir samningin, sko. Já. En hann á svona generational samning, sko. Heldur betur. Heldur betur. En þetta voru launaðastu leikmenn síðustu árin. Mike Tyson var þetta. Hann búinn að eyða öllu samt kallinn. Sagði þann daginn, hann á $2 million. Í alvöru? Já. Hann samt að gera góða hluti núna, með eitthvað með podcast og hendi eitthvað leikrit og eitthvað. Hann að rífa sig í gang. Já. Löður og Dr. Fútból. Sorglegt þessi bardagi hans við þessa YouTube stjórnum. Logan Paul eða Jake Paul. Hvað heitir hans? Jake Paul hann. Það var háleiðilegt. Já. Netflix líka högtandi. Já, kom líka í ljós að hann var með Parkinson. Bara hvað er hann gamall þessi Logan Paul hann? 28 ára. Keppa bara við 60 mann með Parkinson. Já, þetta var svona þess að Larry Holmes barði Mohamed Ali rosalega. Hún leiði alveg illa með það, sko. Herði, allavega þá það löður með Dr. Fútból. Geti keypt núna þvottinn í áskrift. Ég þarf að nýta með það, í áskrift. Og svo bíllið á konni 50% afsláttur. 50% afsláttur. Takk. She'll like it too. She'll like it too. Það nefnilega löður. She'll like it too. Já, ok, við getum skoðað þetta. Það var allt og sáttur, sko. Kóngurinn fór til Englands síðustu helgi. Fagnaði marki í grillið á stuðningsmönnum Manchester City og var hent út. Sem er vel. Já. Talandu Mosó. Sko, það voru í sínir hans, hann var að pissa. Já, hann var að pissa, en ok. Þetta er ógeðslega góð umræða á margan hátt. Já, því ég hef lent í þessu sjálfur, sko. Hent út. Já. Mér var, sko, ég fagnaði ekki. Ég, eyður græja eins og fyrir mig miða, á Chelsea, Manchester United. Já.
og ég sver þetta, ég var bara einn með einhverjum öðrum Íslending sem að hann sagði, já, ég var búinn að græja einhverjum miðað, ég bara ákveði bara fínt, þá ég ekki einn á vellinum. Og þetta mannstu þeirra Rúni jafnar, þetta þeirra balla og allir eru, þetta svona 2000 og hvað ætla þetta að segja, 16, 15? Nei, já, getur verið 14 eða eitthvað. Já, getur verið fyrir, já. Rúni jafnar og ég geri svona, ég kem bara ekkert mér. Og það bara gauð sem spottaði það bara, við erum með fucking United Wanker og bara bílast allt í stúkunni og það kemur bara gauður og segja bara ég er ekki að reka það vellinum en það er sniðugt fyrir að fara. Ég bara ok, má sitja aðeins lengur og hann bara já, svo komum við aðrir bara með honum, bara herrum þú verður að fara því að það var allt bara, það var ekki brewing, átt að berja mig sko. Já, sko, máli að það er náttúrulega, ég held sko að það er að fagna marki í hinni stúkunni, þá ertu einhvern veginn að vera með Tedda Ponsu með þér og öðrum veginn Já, Simmi ára klústinu en þetta er ágætið skóli fyrir menn að átt að sjá sig, þegar það er alveg stutt í þetta ég man eftir í kringum aldamótin þegar ég fór á Panathinaikos, minni mig að þá voru þarna Stratford-strákarnir með eitthvað svona Cut on Norwegian dag þá voru þeir með rakvélablöð og voru að skera í andlitið á þeim sem þeir held að vera normenn og þannig að það er rosa stutt á milli í þessu öllu saman þegar á enska boltanum í dag það líður öllum orðið svo öruggir við förum bara á enska boltan og menn bara halda því að þetta rífa kjaft og whatever sem að þessi drengi voru svo sannlega ekki gera þeir bara fögnuðu fyrir marki sem er bara, þú veist, bara mannlegt en það er ótrúlega góða þegar Íslendingar fara svo mikið á enska boltan maður þarf að passa sig það er alveg stutt í alls konar helvítis vitleysu á vellinum það má ekki gleyma því líka það er einn maður sem situr við borðið sem var skallaður úrslitaleik meistaradeildarinnar þú tókst það eins og bara höfðingi ég vissi ekki að ég var svona rosalega kynna Nei það var svolítið lágvaxin að skallaði þig en hvernig Af hverju skallaði þetta? Hvað sagðir við hann? Ég sagði við hann hann ætlaði að labba inn á klósitið ég sagði við hann senioras það var mikil og góð hann var svona kallakall, hann tók ítli þetta svona algjör kallakall í staðinn fyrir bara að brosa og bara en því miður, það er ekki allir svona Gunni, svo er þetta náttúrulega líka þú veist, það fer kannski líka svolítið eftir í á hvaða völl þú ert að fara en samtæði nú haldið þó að City væri því að þeir eru nú ekki með hörðustu stuðningsmenn Bretland segja sko þeir eru frá Mosside sem er algjörlega sem er ógeðis hverfið þegar þú keyrir inn í Manchester það sem er hægra megin þeir eru búin að reyna allt til að reyna að breyta þessu hverfi það breytist ekki neitt þetta er, ég held að þetta sé líka bara ég held að þetta sé ágætis viðvörun bara að þetta skildi ekki hafa farið verð hjá Simma og Kó en ég held að þú veist Hefur þú lent í kröppum þú ert náttúrulega svo sem hefur aldrei notað áfengi eða eitthvað slíkt þannig að þú ert þarna á tánum Já, ég hef yfirleitt farið og verið bara þeim megin með liðinu sem ég held sko. Ég hef aðalega verið að fara á ég farið 3 eða 4 sem var Loftusrót og svo hef ég verið að fara á Emirates sko. en ég fór einu svona í kopp ég hef satt í kopptúkunni á Anfield já, á Liverpool Manchester United en svo ég tekið aðeins upp að hann fyrir enginn að Simma þá voru þeir ekki fullir Nei, ég er bara að segja þetta bara ágætt skóli ég veit það er bara mjög gott að vita þessu að því að hér heima þá menn myndu bara hlæja því að það kæmi einhver, þú veist, stjörnumæður yfir í KR-stúkuna og myndi fagna þar skilur þú veist, hann er ekkert það er kannski hendi hann svona tónum kaffibólla kaffi búið bara farðu eða stjörnupoppinu eða eitthvað Blöðarinn fóru á Celtics Lakers og þar voru 2 gærar að rífast Go Celtics, no, go Lakers þá sá ég bara hvað enski boltinn er í annari deild þegar kemur á íþróttum þar sitja stuðningsmenn bara you guys suck, no you suck þetta var bara leikur 3 í finals Celtics Lakers, bara liðin sem eiga að hata hvort annað og allir að fá sér bara samloku saman you suck sjást þetta leik you came a long way to lose you came a long way to lose brother en þetta er allavega þannig að bara þegar þið fara að enska boltan skemmti ykkur alveg hrikalega vel þetta er orðið svo örugt í dag en hins vegar þannig að fagna eitthvað í grilli á okkur í liði þó hefur verið óvart hjá þessum krökkum þá bara ekki einu sinni gerir bara svona bara ekki sína neinn viðbrot eiginlega feika bara en svo sett brjálar eða skora það var eitthvað gott þegar minn maður fór að standa upp með öllu sjóknunum til þess að blokka vjúið þetta er náttúrulega snillingur en ég líka þeir á leiðinni og hafið aldrei verið með ykkar stuðningsmönnum á útivelli það er veisla það er ógeðslega gaman það var sem ekki allan tíman þið Teddi, þið höfðu ykkur náttúrulega mjög vel þegar við fórum á Emirates við fórum náttúrulega um dag og til dæmis eins og þegar nei markið kom hjá Arsenal nei
Ég held að United hefði skorað en svo myndi ég að það var ekki. Skoruðum við ekki. Voruð ekki á byggarleikna þegar við hentuðum út? Nei, við fórum ekki á þann leik. Við slum kíkja á þetta. Það ekki Dogsson á morgun. Það sem ekki, það byggarkeppni. Já, byggar. Ekki Fulham heima? Jú, það einn leikur. Þannig að Sony eru með tækin og í dag mælum við engungu orðið nánast með 98 tómunum en svo fyrir þá sem vilja fara í minni þá þetta fyrir 85 eða 75 tómundar hjá Sony. Ekki 85 svona, það ekki einhvern, mætustu ekki á miðri leið? Jó, það svona sweet spot. Herri, það búið að ræða mikið þessir legglífamál. Það að segja að menn setja bara eitthvað pappamál í sokkana sína og spila. Já. Hver leiðilegasta þjóð í heimi? Hverju verður líklegastir í heimi til þess að fara að reyna að banna þetta og að fá fullvaksta Ég sá þess að fyrir þetta. Íslendingar? Nei, það er Ísland leiðilega. Norðmenn. Auðvitað þurfa að Norður ekki leiðilega. Þetta er alveg, nei. Hvert var fyrir fríástu mín? Hefur ekki farið eitthvað sem kaldar og dýrar en Ísland? Frábært. Nei, Auðun. Það er náttúrulega miklu betra veður í Noregi. Þar færu líka allar ástíðina. Það er 35 stigi hiti í Oslo. Ég er talað um að fara núna, þá kaldar það núna. Já, það er enda rétt. Svo náttúrulega máttu ekki fara á skemmtist að voru tipsi. K.O. Það er bara allir að vera réttur og það var hangut í hopni. K.O. K.O. frá blöðurinn að K.O. Nei, bara mér er svo dæmi gert að ég hættur á svo skemmtistu. Það Auðvitað hefur líka aldrei verið fullur. Þetta er málið. Það elskar þetta nörda land. Málið sko að eitt af því sem að fokka alltaf my skills up voru alltaf stóra regljar. Manstu hvað þetta voru stóra regljar? Þetta var sko, maður þurfti að klæða sig og ég var líka með þannig legglegar að það voru svona púðar hérna sem við megin þetta eyðilaði bara the skills the touch ég man eftir sko umbróleggljum sem ég átti það sem að sko þú þurftir actually að fara í ekstra þrönga sokka því að annars stóðu leggljóðanar út af leggnum skilurðu ég man líka að það vantaði bláa pinna núna í eina höfnina ég ætti að kaupa nýjar samt var ég með 5 svona pinna sem er bara jafn stórir og leggljóðar eru í dag. Ég held að við ættum bara að alla svona hlífar eins og en á hverju verður þessi breyting? Hver bara það bara minkar alltaf og minkar og Áski Sigurðsson var alltaf aldrei með reglífar svo kemur þessi reglífar að reglífar að vera með reglífar og í dag eru eiginlega sjúkraþjálfur og allir búin að sína að hlífar skipteilinga máli manstu ekki eftir í gamla dag það voru alltaf svona 3 leikmennir á vellinum með einhverja nýrhlífar handboltamenn þú sást aldrei Guðmund Guðmundsson af því að hann var alltaf með eitthvað hér og hér alls konar einhverju muni getur á sig Gumma Ben spila hann var alltaf með hlífar bara upp allan fótinn hann var alltaf með óni negrin já ég meina ég er að segja það en svo hefur það bara komið á daginn að þessi hlífar ger ekki svo mikið þannig að ég man líka bara manni fannst töff þegar maður 13 ára eitthvað svona snýr eitthvað upp og að vera með svona aðeins hérna yfir eitthvað svona sokk gerðu náttúrulega ekki neitt bara Já, þetta var gúl, ég meina við erum Kjartansson alltaf með teipað hérna hvað gerir það, menn ennþá með þetta í dag svona teip hér við erum svona töff, ég skal gefa hún það svona töffara teip og bara do you, ég fíla það kíkjum á bestu deildina með Kjartanfæði 5 vikur í þetta og við getum líka grillað í alla þessa daga fram að þessu, það er frábært veður og þá grillum við kjötið frá Kjarnafæði það verði að rósa ykkur, drengir, ásamt öðrum podcastum að það er búið að búa til ég er núna, þetta var aldrei þannig ég er bara núna spenntur fyrir að bestu deildin byrji út af aldrei umræðu og bara þetta er orðið svo miklu við erum búin að búa til hita í tengslum við Gylfamálið 100% og bara besta deildin ég held að það hef aldrei verið mikið spennað fyrir Blöðari, þú ert orðin hluti af fjölskyldu í dag þú ert orðin hluti af þessari Víkings fjölskyldu eins og þið kallið ykkur í Fossvoginum ég get nú ekki sagt þessu hluti af Víkings fjölskyldinu en þú ert af því að ég hef heyrt orð eins og hvað heitir það, ekki Gold Digger heldur stökki alltaf á besta Glory Hunter já. En það sem gerist náttúrulega síðast sumar er að svili minn fer í Víking og ég bý við hliðin á vellinum og strákarnir fara síðan í Víking þeir eru báður að æfa með Víking já, ég er að segja það, þannig að þetta er eðlilegast í heimi sko, aðeins af því sem ég hef verið að heyra eftir svona samtöl mín í Fossvogin þá það er tvennt sem að Sölvi Geir Ottesen virðist hafa vítóað af því sem ég hef heyrt þá vildi Arnar Gunnlaugsson að Óskar Örn Hauksson fengi annan samning 1 ár í viðbót þetta er það sem ég hef frá úr Víkinni en Sölvi hefur sagt nei, ég ætla að gera þetta mínuleik veist þú eitthvað þetta eða eina sem ég veit bara að það kom ekki tilboð en Skari vissi ekki sjálfur ég er ekki viss hvort hann hefði meira skrifað undir hefðaðverið því að hann langaði að
Þetta búið að vera bara öll sömur hjá hann síðan hann var 11 ára og þetta eins og í fyrsta sinn, hann hafa komið okkur í golfferð í júní sem hann aldrei bara geta þannig að ég fann alveg á honum að honum fannst þetta heldur komið gott sko. Og bara gaman að enda þetta með besta liði landsins eða náttúrulega unnur reyndar ekki titilin fyrra en fóru helviti langt í Evrópukeppni 382 leikir, 88 mörk 727 leikir allt í allt 198 mörk alltaf í standi alltaf í toppstandi, ótrúlegu leikmaður þarna svona eina vondamúfið hans á ferlinum var raun og verið þetta Stjörnur og sem var leiðilegt, hann byrjaði með þess að vel skoraði fyrsta leik en það hef ég nú heyrt frá nokkrum mönnum sem spiluðu með Stjörnunni sem skildu bara ekki hvað var að gera ég vonaði með þessi leift að hafa þetta eftir honum ég var með hann á herrakvöldi í Grindavíkur og fekk hann svona upp á svið að taka viðtölan var eitthvað að spurja hann og svo var ég búinn með þetta spurninga minna en ég var bara eitthvað, en vesti þjálfari og ég hef aldrei maður svara ég hratt Ágúst Gylfason þetta var eins og ólíkt Óskar Erni Hauksson hann bara, þú veist það var greinilega þetta Stjörnár það því að ég og Gústi erum góðu félagar en bara hann var harður hann bara greinilega hann var ekki alveg sáttur við þetta og veist, þannig eru líka allir afreiksmenn í íþróttum spilaði fyrir öll yngri landsliðin og hann ætlar að koma einhvern tíðan hérna til doktorfútból þegar hann aðeins búin að gera þetta upp í hausnum á sér ótrúlegu ferill Kunni, þú ert náttúrulega búin að fylgjast með þessu lengi besti leikmaður sem að svona heilt yfir í sögu efstildar af þeim sem þú sé? Já, ég held að sé erfitt að tala gegn því hann náttúrulega tekur þátt í þessu KR dynasty og svo tekur hann líka þátt í þessu vikingstæmi og eins og Auti segir að þá náttúrulega þá hann ennþá að kontributa þetta gamall og með þetta marga leiki á bakinu og það sem að kannski gera hann líka að ennöfluru leikmari er að hann er alltaf heill hann er alltaf heill ég man ekki eftir mörgum leikjum eða leiktíðum þar sem að leiktíðunar hans hafa farið í meiðsli hann er svona gæi sem er yfirleitt við nafnið stendur 22 hann spilar yfirleitt alla leiki það er líka, sko, ég fílaði eins og í sumar talandi að hafi verið að tributa eins og bæði í Evrópukeppni ég fann alltaf, því ég fór á flesta heimaleiki maður fann ef að var jafnt eða víkingur í vesinni maður fann svona spennuna þegar hann var að koma inn og bara frá áhrundum það var svona staðið upp og bara þannig kom fólk vildi fá hann inn á eins og á Skaganum leggur hann upp sigurmarkið þarna á síðustu fólk hélt með hann og maður líka átt að segja hvað er gott að vera komin í blöð er mikill stuðningsmaður sinna manna þegar að markið fræði að koma út í Stjörnunni þetta þriðju síðustu umferð að þá var blöðurinn ekki sáttur þegar ég leiðrétti að hann ætti ekki þetta mark við vorum að horfa á þetta saman ég sagði hann á ekki þetta mark þú sér hann fer í annan mark og blöðurinn það var eins og blöðurinn neitaði að sjá þetta ég sagði það er skráð á það er skráð en sko það sem maður heyrði líka allir Sigurjóns var að færa snæri Víkingum þangað til að Sölvi á að hafa sagt bara þetta er ekki leikmaður sem ég þarf en ég gef sjálf að það, ég fíla að hann sé bara að gera þetta á sinn hátt bara ekki spurning og ég meina allir Sigurjóns núna er leikmaður KR bara aftur eða þú veist, hann fór náttúrulega aldrei neitt en það var svona orðurómur að hann væri að fara að líti eitthvað í kringu sig ég meina allir á bara hann á bara að klára ferilinn sinn í KR held ég meina þetta er ennþá leikmaður sem að getur komið með eitthvað til bólsins 91, já hann á bara að klára ferilinn og enda bara sem góðsögn í KR og klárlega getur hann komið með eitthvað til borsins þegar líða frá mótið fyrir KR sko 100%. Auðun Blöndal, hversu gamall ert þú þegar þú áttar á því ég er aldrei nógu góð til að spila efstild? Það er á öðru árið þriðaflokki. Ég hélt ennþá þegar ég var á yngra árið þriðaflokki ég gæti orðið atvinnumaður. Áður ég markaðist fyrir yngri flokk á króknum eitthvað og fekk einhvern bika fyrir það og hélt ennþá bara þetta gæti gerst. En á seinna árið þá byrjaði ég svona að fatta. En þá líka hélt ég sko, veist, ég er að keppa á móti, ég gleymi ekki að veist, eins og Jói Þórhals sem að spila hann með KR og Grindavík og fleiri liðum, hann var í Þór, þeir voru með rosalega 80-árgang. Og hérna Orri og fleiri. Þegar ég sá Jóa Þórhals fyrst í fótbolta, þá fattaði ég hvað ég var í lélugu framfæri. Og það var ógeðslega erfitt fyrir mig. Því ég er svo montinn og bara hélt ég væri alveg geggjaður. Sá var góður í fótbolta. Sko ég man eftir að hafa séð þig spila fótbolta 17-18 ára, þá ertu komið skegg sko. Þú ert frekar bráðþroskað ekki? Þú ert alveg bara með hár á bækinu og skegg og... Ég var ekki komið skeggari og ég var með einhvern híjung. Já, þú varst svona frumvasta. Já, en samt alltaf svona frekar lágvaxinn. Þetta er svo, ég gleymi ekki þegar ég spurði þig eitthvað bara hvað ef ég væri með hár, hver ætlaði að gera grína? Þú sagðir orðurétt, þú er ekkert hávaxnast í með þessu. Nei.
Búlín, maður fyrir alltaf leiðir. En jú, ég fatt þetta svona, ætlum að sé ekki, 15 eða 16 ára þegar maður fattar að maður ekki að fara að lifa á fótbolta. Það er óvinnu snemmt, myndi. Já, þetta er raunsær maður. Það er mjög raunsær. Ég fór upp á Söðukrúk bara 97-98, spilaði við Blöðurann og málið var það, sko kvöldið fór ég síðan á einhverju skemmtun fyrir að skemmta Blöðurinn. Bara uppistand á einhverjum staðarna. Já, með Örvari Pálma. Blessi sér minning hans. Já, þannig að maður nýbúinn að spila kvöldið Blöðurinn að skemmta. Vissi maður þá hvað var framöndan? Nei, ekki datt mér þetta í hug. 97. Þetta er 97-98 ish. Vonaði sér ekki til vídeo af því standardi. Það var aðeins grófari blöð en það var svona léttur Sóli Hólmi þarna. Já, Dirty Sóli. Já, Dirty Sóli. Við erum hér með, segi strákarnir eru með HP tölvu fyrir fram að sig. HP er OK og OK elskar tölvukerfi. Liverpool eru komin langt með Englandsmeistaratitilinn í ár. Er þetta ekki bara komið? Það er eiginlega komið. Bara ef við segjum hlutur annars og það er spurning bara hvenær þeir hampa titlinum. Það var ágættis umræða. Sko, þeir eru nú báðir svona frekar öryggir með ykkar kynhneigð og alla tíð verið. Er ekki Dominic Szoboszlai alveg afskaplega myndalegu maður? Jú, gefum hún það. Hann er glæsilegur. Já. Hann er mjög glæsilegur. Jú, og sko, og bara Ungverjar almennt, sko. Ég meina, Matti Dalma er glæsilegur. Já. Þannig að þetta virðist vera... Jú, en hann er með rosa góða rót og... Hann er búin að síka hárið sitt aðeins, þannig að hann er ofta að laga það sem er svolítið svona... sem er svolítið skemmtilegt, sko. Já. Já, ég er bara mjög sammála... hann er svakalega glæsilegur, sko. Já. Er einhverju fleiri leikmenn svona sem að eitthvað finnst glæsilegir? Mér finnst... sko... Lítið spáð í það er ekki eitthvað svona, ég er ekki að reyna að vera töff sko Martin Ødegaard finnst mér hugulegur, myndalegur strákur. Já, okkur venjulegur bara það ekki. David Beckham sko... Já, við getum alltaf ekki verið að fara, við erum að tala þetta leikmann í deildinni, eða ekki? Jú, þetta er alveg hugulegur drengur, ekki sko, ég spurði... Þetta er ekki eitthvað svona, ég myndi ekkert líta aftur ef ég sæti á pub bara, shit, hvað er myndalegur maður ánum í hómi. Sko, ég spurði gerfigreindina fallega leikmenn. Það er bara satt. Hvað heldur þú myndir sita í einhverju norsku kaffihúsi og hann var ekki að vinna sem fótboltamaður og myndir líta á hann og hugsa hvað hann er hugulegur? Ekki bara venjulegur norsari. Sko, ég er að spurði gerfigreindina hverju væri hugulegir. Olivier Giroud. Sko, já, það er að tala um hugulega. Af núverandi leikmennum segir players like Jack Grealish, James Maddison and Mason Mount. Sko, það sem ég horfi á Jack Grealish eftir að hafa séð til dæmis All or Nothing þættina og þetta, hann er með svo fallið hjartalag. Já, hann er skemmtilegur líka, ég fíla hann, ég held svolítið með honum. Kannski aðeins að boltanum, Vestam unnu 2-0 sigur á Leicester, þetta er ekki alveg að ganga upp hjá Ruud van Nistelrooy. Já, ég held að svona, hvort sé búið að reka hann, svo sem ég var ekki með það fyrir þátt. Væri hann búin að ná betri árangri með Manchester United? Já. En þá er þetta sami viðbjörn á næsta ári líka. Sko, Arsenal eru eiginlega búin að stimpla út úr þessu 0-0 jafntefli á móti Nottingham Forest. Man ég rétt, tóku þið ekki eitthvað smá veðmál? Viltu fá það greitt í seðlum? Það er bara hálfrétt hjá þér, það var eftir síðasta dokk. Það var í ágúst. Þá sagði ég við Gunna og ég sagði Gunni, ég er ekki að reyna að finna en heldur ég alveg Arsenal verði meistari 100%. Ég bauð honum veðmál, hefði verið meistari þá borga ég honum 100k. Ef þeir verða ekki þá borgar hann með 50k. Viltu fá þetta í seðlum eða millihöst? Bara seðlar verður flott. Seðlar, já. Ég græði það. Nei, ég meina græði seðla. Nei, þá var það bara Gunni var alveg pottetur á því, Arsenal yrði meistari í ár. Hvað segir Gunni minn? Þetta er svo sem ég sá góða umræðu á einhvern tímann. Hvað gerist? Ég held að það hafi verið í vikunni eða á samfélagsmiðlum. Hvað ætli það séu? 3, mögulega 4 lið með verri sóknarlínu heldur en Arsenal í þessari deild. Já. Ég held að sé ekki fleiri. Nei, ég meina hversu vandræðalegt er það að djúpu miðjumaður sé að leiða vandræðalegt? Það er náttúrulega bara pathetic fyrir klubb sem ætlar að berjast ég meina ég meina það er búið að sækja. Ertu allt þetta átt? Nei. Ég trúi því. Þú ert eins og blöð, út lojal. Ég trúi því að hann hafi... Og þetta er erfitt. Ert þú skilnaðbarn eins og ég eða ekki? Jú. Já, þar kemur lojaltíð. Jep.
Ég trúi því að hann hafi barist með kjaft og klóm til þess að reyna að fá inn center en ég veit ekki hvað það sem að stóð í vegi fyrir því. Það ótrúlegt að sjá þetta allir sem fylgjast með fótbolta. Já, og hann Akkur ekki bara ná í Ivan Tóni frá Sádi-Arabíu? Bara eitthvað. Ég hefði tekið Bobby Firmino, ég get svo svarað það. Ég hefði tekið hann. Sinn dæmi. En ég meina það sést líka bara á viðtalinu við hann eftir Forest-leikinn þar sem hann spurður og hann eiginlega svarar áður en að fréttamaðurinn að klára hvað það var sem að vantar og þú veist, ekki það, mér finnst þetta ekki ódýr afsökun, ég er bara mjög sammálunum að það sjá það allir sem vilja sjá að það vantar bara framherja en það sem annað í þessu líka ef ég fæ að klára það sem annað í þessu líka það má ekki gleyma því að hér fyrir nokkur mánuðum síðan þá var verið að tala baráttu Chelsea og Arsenal Bukayo Saka, það eru komnir einhverjir 80 dagar eða eitthvað síðan hann meiddist. Ef við tökum 79 daga, þá var hann samt með hærra goals and assist held ég heldur en Cole Palmer. Já, Cole Palmer reyndir að búa til expected assist alveg á fullu, en leikmennir hitt ekki boltan og get ekki komið honum í markið. Ég get staðfest eitt og þetta ekki bara, ég er ekki eitthvað að stríða þessum Arsenal aðdáanda, að ég myndi velja Cole Palmer í liðið mitt á undan Saka. Það náttúrulega bara það er vittlust Af hverju það vittlust? Af því að Bukayo Saka hefur bara gert og afrekað töluvert meira á ferlinu Cole Palmer átti þarna, hvað ég var að segja 2-3 mánuði þar sem hann var mjög öflugur en hann hefur dottið niður með þessu En eru allir Arsenal-menn í kringu eru þeir Arteta inn? Er ekkert byrjað að fyrir töðunraðar eins og bara viðtölum við hann og hvernig hann leggur upp leikistundum hann hefur þau komist í 1-0 og eru í titilbarátt og þeir byrja að tefja á 27. mínútu sem sennilega vandræðalegasta sem ég séð bara í ensku úrvalsdeildinni. Heima á Southampton eitthvað. Það fara að tefja í fyrri hálfleik. Já. En allavega, þá er gengur á Manchester United Finnar, ég sverða, Gunni, ég er ekki reyna á leðil og ég veit að það eru Arsenal og þeir eru verið blóðheitið þegar heyrum ég segja þetta en er ekkert sem fyrir taugarna með þetta allt saman? Jú, auðvitað, eitthvað en það má líka alveg taka það með inn í að ég held að það myndu öll lið ströggla við að missa út 2 langbestu leikmenni sinna bróðurpart tímabilsins ég held að, var ekki Saliba bestur? Nei, ekki á þessu tímabili. Ok. Nei, á þessu tímabili, já. Þetta er alltaf Saka og Ødegaard sem hafa verið bestir og þeir hafa mistað stóru hluta leiktíðarinnar. Ég hugsa að ef og við sáum bara eins og City án Rodri, það sem að fallið er töluvert hærra, það er raun og veru algjörlega magnað að Arsenal sé yfir höfuð í öðru sæti. Já, heyrðu, þú segir það er bara ótrúlegt. Ég ætla ekki með frí eftir hádegi í dag. Þetta er þannig moment. Nei, ég meina, sko, ok, ég skil ekki alveg. Nei, höldum áfram. Nei, þú getur ekki endað þetta svona. Já, við erum að tala bolta, við erum að tala fælega bolta. Ég veit það, ég ætla ekki frí. En sko, þú settir á Facebook-síðuna í gær. Þannig að karakter, hún talar karakter í þessum aðstjónuætliði. Að vinna leik í janúar, einum færri, í bikarleikin fræga á móti Arsenal. Og svo eiginlega toppuðu það á miðvikudagskvöldi undir ljósunum á Old Trafford þessi 3-2 sigur einum færi í allan seinaleikinn. Það sko, ég get ekki setið hér og verið að rakka niður Arsenal eins og þetta gengur hjá United því líkur viðbjöður þetta tímabil. Ég hef aldrei, þetta í fyrsta sinn sem ég byrjaði að horfa á Manchester United sem ég hugsa að ég ekkert veist sem ég nenni að horfa á leikinn í kvöld. Ég geri það alltaf. Já. En þetta er ekki hægt. En þú fyrir talar mér en já, virkilega sterkur basically að tryggja það að við föllum ekki. Með helmingi fleiri stig en Ipswich. Já, það er sterkt. Fyrir mér segir allt sem segja þarf að bæði Blöndal og Mark Olbitz, svona 2 marktækustu menninir í umræðinu Manchester United, þeir eru ekki á þessum vagni. Þú veist, og þeir sjá alveg brota laminnar í þessu, til dæmis Andri og Nanna, þú veist, ég meina, come on. Ertu ennþá á þeim vagnið? Já, fyrir ekki hún. Hann ætlar að skila Málmi. Hann sagði það í viðtalinu daginn. Og það eru 2 möguleikar í það. Þið fóru bara 2 möguleikar. Fóruð úr kúknum í saurinn, sko. Tvennan, það væri gaman að ná henni. Það væri illa gaman að ná henni. Við slum kíkja þess á enska bikarins helsta og virtasta. Sorry, ég trufli, af því ég var eitthvað að rakka niður Arsenal eitthvað. En það er líka, við sko, set við United í dag. Ég býð og ég horf á Evrópudeildina. 50 dagar. Já. Og ég fattaði þetta bara daginn, það sem ég fór að hugsa fyrir 12 árum síðan, manstu, þá voru alltaf með the table, við hittust og horfum alla leiki saman, við hittumst ekki og horfum á Evrópudeildina, okkur fannst það bara beneath us. Já. Manstu, við hittumst alltaf þegar það var meistaradeildin, en við bara, ok, það er Evrópudeildin í ár, þú nefndi kannski að horfa úrslitaleikin. Já.
Það eru breyttir tímar og nú Evrópudeildin að blómstra. We'll be back. Dóttarfútból að fara að nýta sér í, fljótlega þjónustu lagningar, þar sem að þeir leggja bílum fyrir þig meðan þú fer til útlanda, toppmenn þar á ferðinni FA Cup. Wow, 16 legu úrslit, 8 leikir, Manchester United að mæta Fulham. Þetta endurtekning frá leiknum fræga árið 2023, þegar að United sló Fulham liðið út. Þetta fáum við Fulham á öllum sem. Já, ég bara úrslitaleik hverju viku. Herri, sko, hver eru þið mætið þið, Arsenal? Engum, þegar við erum dottir út. Já, einmitt, já. En hérna... Hvernig slóðu okkur út? Manchester United. Strákar. Bæinn dýr. Ég ætla að fá granns til að tippa á þessa leiki, en ég ætla með smá tvisti. Ég ætla að fá Bullis til að... Sjá, ég hérna ásækið. Já. Tippum á þetta. En ég setti spjöld á borðin hjá okkur báðum. Já. Sko, það eru 6 stig fyrir að vera með hárrétt úrslit, 3 stig fyrir rétt tákn og svo með ég nota spili einu sinni og segja áhugi 0 og þá fáið 6 stig fyrir þann leik. Skiljið? Okay. Það er át og 6 stig. Ok. Hvernig byrjar? Aston Villa Cardiff. 3-0 Aston Villa. 2-0 Aston Villa. Crystal Palace Millwall. 2-1 Crystal Palace. Gunni byrjar. Ok. Ég ætla að segja 3-0 Crystal Palace. Ég segi 2-1 Crystal Palace. Preston Burnley. 0-1 Burnley. 1-1. Bournemouth Wolves. I play my card here. Áhugi 0. 2-1 Bournemouth. Manchester City Plymouth. 5-1 Manchester City. 4-0. Newcastle Brighton. Gunni. I play my card here. Já, þetta er 2-1 Newcastle, Torsóttur. Blö. 2-2. 2-2, ok. Nú, byttu, já, ok. Hann hætti við. Já. Manchester United Fulham. Áhugi 0. Áhugi 0. Blö Hendri áhuga 0. 6 stig þar. Ég ætla að segja 1-1. Já, það hefði við 90 mínútur. Já, ok, þá ætla ég að segja 1-1. Og Nottingham Forest Ipswich að lókum. 3-0 Nottingham Forest. Ég ætla að segja 3-2 Nottingham Forest. Þannig að þetta er komið hjá drengjunum mínum. Þannig að þeir eru búin að kíkja á þetta. Að skoða hverju voru vinnerar og lúserar í þessari viku með Einar Á. Einar Á er vinner í byggingabransanum. Elstu og virtustu í þessu öllu saman eins og FA Cup. Þó ekki búin að vera síðan 1800 og eitthvað. En þeir, þín... Hverju var að bikarmeistari? Hvatning til að gera betur. Í handboltanum? Nei, í þessu? Já. Það er þetta við móti Manchester City. Manchester United? Manchester City. Nú, ekki núverandi bikarmeistari. Nei. Öðru sem er áður bara á. Okay. Nú, skoðum vinnara. Ég ætla að fá að velja Karin Knúts og félaga í Fram. Já, og ég ætla... Liðið Fram sem að sló út Val í gær. Já. Og þú veist, það var ekkert hægt að vinna þetta Framlið í gær. Veitir hverju liði Fram? Alfa. Já, Alfa Brá. Alfa Brá Hagalín, hún var frábær í gær. Þeir eru með Alfa í liðinu, sko. Ég ætla að fá að velja bara allt íþróttafélagið Fram. Það er bara fótboltaliðið er að... Já, samstæðan. Já, samstæðan, já. Fótboltaliðið er að pakka þið káa saman. Kallaliðið er komið í úrslit. Og hvernig er komið úrslit í byggarnum í handbolta? Það er bara góð orka í kringum Fram þessa dagana eftir að færi sig að uppbytið visslustýra hjá Þorrablóti Fram. Bara, ég er fíla Fram. Já, þeir eru klárlega vinnar. Ég ætla að fá að henda inn einum vinnar. Ég ætla að henda inn Auðunu Blöndal. Já. Fyrir að hafa frumsýnt nýja þáttinn. Og hann er alltaf líka með, almenningur fær að sjá þáttinn í kvöld. Alheims drauminn sjálfan. Eru þið með fleiri vinnira úr þessari viku? Ég ætla að fá að velja íslenska körfuboltalandsliðið sem vinnur fyrir að vinna Tyrkland og koma sér áfram og svona kannski... Herru, hvað var ég að lesa? Ég þarf að heyra í Eikoks, mínu besta manni. Hvað er ykkur leiðindi þar á milli? Það logar allt stafn á milli. Það er ekki gott. Og það er einhvern veginn þessi danski Kanadamaður sem að ég vil burt. Já, nei, bara ekki. Já, hann er svona lík Karlsli, hann er engin tournament þjálfari. Jú, hann er víst. Ég vil fá Mike Dunleavy. Hann er víst tournament þjálfari. Og mér langar að hlósa líka KK fyrir frábæra ráðningu á, það er svolítið breytt landslag innan körfuboltasambandsins og
ég meina Craig hefur sömuleiðis hrósað honum mikið, Arnar Guðjónsson að koma að inn allt utanumhald í kringum landslið og annað sem að hann hefur svolítið verið með á sinni kunnu auðvitað landslið vinnur konir áfram klárt en sko íþróttafólk og íþróttaþengjandi fólk að taka íþróttaákvarðanir fara aðeins deginu fyrr út taka 2 æfingar einhvers staðar saman lið, eitthvað svona bara allt utanumhald í kringum landsliði töluvert betra og ég held að Arnar hafi verið frábær maður í þetta starf maður sér alltaf Craig Peterson alltaf með þjálfarinn úr deildinni með sér á bekknum Já, og svo er það annað Nei, 2 frábæra ráðningar þar í Viðari Nei, 2 frábæra ráðningar þar í Viðari Hafsteins þjálfara Hattar Hvernig getur þjálfara Hattar hjálpað landsliðsþjálfarinn? Viðar hefur bara mjög góða Herru, náttúrulega okkar menn er alveg leikur í kvöld Já, ég er að fara út á Allt Tindastól Álftanes Nei Ég er að fara út á Álftanes í kvöld. Gárungarnir eru farnir að kalla Tindastól Tindastól eins og Sádi Arabíuliðin. Skoðaði bara Kájóð og félaga líka. Takk. Ég var að ræða við Naflan, hann sagði bara langstærsta budget. Nei. En við sjáum til. En auðvitað kostar að fá leikmenn norður, allavega íslenski leikmenn hafa svona veigrað sér oft fyrir því að ferðast nokkra kilometra. Þú nennir ekki heldur að vera. Ára ekkert verra að vera með smá kaupfélagann á bakvið þetta? Ég nenni víst alveg að vera þar. Ég var að tala við strákan í dögun. Þeir hlóðu nú bara þegar ég stakk upp á að þú færir á rækjuna þessu. Reyndar verði að gefa hjálpa það, ég man ekki hvað þetta langt síðan, hann pakkaði saman með dögun. Já, ég reyndar, hann þekkir greinileikunar, ég bjóst ekki við því að Nei, ekki heldur. Ég held ég myndi ná honum hann, sko. Þetta eru vinnirar blöð, þú ert nú svona í harðari kantinum, hver er lúsir eftir þessi viku? Svona oft, það er hitt í þér. Ég var nú eitthvað að hugsa þetta í bílnum, það er eitthvað lúsir í vikunni. Steindi? Nei, Steindi múið starta svo kallega. Mætti á réttum tíma með sér tökur í gær og allt. Þú veist, það var smá sneið kannski í Mosfellsbæinn að Steindi skildi skipuleggja frumsýningu fyrir elituna á sama tíma og liðið hans var að keppa í undanúrslitum. Já, þú meinar. Þá getur þú valið að lúsir. Nei, það voru ekki mín orð. Nei, þetta er... Herru, Steindi er bara að koma fram á herrakvöldi afturöldingar. Já, það kemur ekkert úr. Það verður í dýrarkantinum, Jökull í Kalíu líka. Já, það verður herrakvöld þar. Þetta hljómar ansi vel, þannig að þið eru bara á þeim sko, lúsirar. Er ég of harður? Hvað? Gústi Jó, þjálfari Vals Kanna. Nei, hann er komið með þær í undanúrslit í Evrópu. Já, en þarna var bikkarinn. Hann klárlega hefur hann viljað. Hann lenti í Rakel. Ég þekki það, lendi í Rakel. Já, hann lenti henni og hún skólaði hann til. Gústi Jó er eitthvað mest í topp. Já, ég er ekkert að segja það, en hann tapaði þessum leik. Heldur þú ef að vera að velja lúser vikunar? Hann sé það verið að tala bara maðurinn sé lúser. Nei, þetta er bara svona hann sætti topp maður, það er fullt af mönnum sem að vera lúser af vikur en það er topp menn. Maður er á það til að sjá bjartari hliðar á lífinu. Hér var það svona stundum í niðurrifinu. Já, ok, ég vil menna að ég sé frekar bjartur en það verður þá af það. Við skulum fara í neyða já því að ég hef aldrei fengið svona margar spurningar áður. Það er greinilega mikill hitti yfir því að Auðun Blöndal sé í húsinu. Við höfum aldrei séð annað eins. Þú kannski hjálpa mér, Sigurður Búlis. Gerum þetta með Æsver þar sem Dr. Fútból mætir og kaupir útivistafötin í Kringlunni. Vá, þetta er svo margar spurningar. Bara Ástór Barkason vill byrja þetta. Taka Arsenal deildina á næsta tímabilikunni. Já, ég ætla að trúa því. Nei. Ólafur Kristinn spyr, er Gunni líklegri til að fá stytta á sig við hringtorgi á Króknum en blöðurinn? Nei. Hjónu báðir þarna stoppuð stutt við? Nei. Hætti þessu bulli. Það er þannig. Nei, hálf ævin var það. Magnús Andrisson spyr, vinna all Tindastóll úrslitakeppnin í ár? Vona það, mikið óbúðslega vona. Já, þeir gera það. Óskar Alfredsson, El Normali spyr, er blöð glórihandir? Nei, það er eina blekki og það sverja. Hann er í aðra spurningu. Er Hugi Haldarsson hávaxnar en blöð? Nei, það er aðeins stærri. Það er bæði nei. Er blöð á Amorim vagninum? Já. Heyrðir blöð stefgjöldin af nýja hittaranum? Nei. Spyr Heiðar. Það er enda góð spurning, já, náttúrulega textan. Nei, þetta er bara
Fyrir svo besti, talandi körfuboltalandslið, Gunni sendi henni það þegar það spilaði svona 70 sinnum eftir í triðu sig. Sko það var inn í klefa, það var í matnum eftir leik og það var mikil stemming. Stemming. Hefði blöðarinn farið til Tyrklands þegar hárið að byrja að þynnast á sínu þegar það verði, sko, það er nú góðu vinur minn nýbúin að fara til Tyrklands. Já, heyrðu. Og hann sagðist nú sennilega geta redda mér þessu frítt líka, hann á eftir að pósta held í sjálfur, hann fekk greitt fyrir þetta. Það kom vel út. Já, bara glæsið þetta og ég meina. Já. Þannig að þetta er sama stofa á Ríó og einhverju fleiri fóru og eitthvað. Ég meina allir bestu að fara LeBron James og allir og þú veist, ég vil segja hættum að gera þetta einhverju feimnismál. Þetta er að segja það. Þetta er ekki. En sko, það sem að máli En það sem þú átt eiginlega að gera, ef þú ert hljóðþekktur einstaklingur, þá ég sagði mér þess að við hann, þú hefði bara átt að pósta hann eitthvað, það er eitthvað póstur þar sem að hann gerði þetta ekki samstarf, hann fekk held ég mér að greitt fyrir að hann er frá auglýsa þessar stofu sem gerði þetta. Það er skrítið samt að vera, þetta er eins og ég myndi mæta þetta allt í núna með hár og ekki segja neitt. Já. Fyrir mér ég sagði mér þess að við eða bara þeir eðlast að hötti sættra, hvað kallinn komið hár? Já, bara þú veist, það er svo skrítið að kommentera ekki á það ef þú ert að vinna í fjölmiðlum. Það var bara á divaf.is að við höfum sagt að hann væri búin að fara í Það fór ekkert á milli mála. Það fór ekkert á milli mála. Ég held þetta var ekki neitt big reveal sko. Nei, nákvæmlega. Þannig er það. Stefnir Auðun Blöndal á að verða kaupfélagsstjóri í kaupfélags Skagfirðinga þegar útvarpsþættirnir lýkur. Nei. Myndirðu skera hjartaður þér með skeið? Ég get ekki elskað þinn meir. Já. Nei, þetta er eins og ég hef oft komið inn á, þá er þessi lína tekin úr Hróa Hetti. Það var í Hróa Hetti, þá vildi hann sem sagt vondigurinn að einhver myndi finna Hróa Hött og myndi skýra hjartan úr með skeið. Er það úr grín Hróa Hetti? Nei, alvöru myndinni. Hefur Gunnar Birgisson farið holíu höggi eins og Króatíubenni? Hefurðu farið? Nei, ég fór holíu höggi. Búlgaríu eða ekki? Jú. Í Búlgaríu? Hann fór, já. Thrace and Cliffs? Og fór með þess aftur 2 ára seinna bara til að sjá mig á plattónum. Býtu ekki á par þristunum 100 metra niður? Þetta er par 3 þarna sem þú sérð ekki. Þú sérð ekki. Þetta er svo. Það er alvöru helvítis afrek. Já, blöðurinn er. Það er svakaleg golfhóla. Já. Við erum með svarta hafið hana einhvern veginn. Það hefur farið holíu höggi? Nei. Ég hef ekki farið holíu höggi. Ég á fet á 7. í Mosó. Já, ég hef rúlað yfir 18. í Mosó. Sett hann upp í, sprett hann að smekli upp í brekkuna, lét hann leka niður í róleitunum og svo var þetta verðist vera destined. En svona lífið, það er ekki allt Nú, neyða já, þetta er svo mikið, neyða já, kannski ekki neyða já, en Gulli Valgeir sem er svo mikill vinur Dóttarfútból, hann spyr hvað er hæskórið hjá Blöðu í Keilu? Af því að Blöðurinn er mest í keilari sem ég þekki. 228 minnum mig. Toppað þú þetta? Nei, ég er hörmulegur. Það var með þess að móti Hannes, þetta var í tökum á atvinnumönnum okkar í Barcelona. Já, ég fór með svo æfði keilu og ég held ég eitthvað ekki eins. Halldór Ragnar var með mig í engakenslu á sínum tíma. Þegar þetta var alltaf í hálfleik í ítalska boltanum. Já, menn fór að fara í mjóttina. Já, þú veist, bæði mjóttinu og Halldór Ragnar var að fara yfir þetta með mér og það er bara 1 keilusalur á höfuðborgarsvæðinu núna. Já, er ekki á Big Lebowski? Er ekki keilusalur? Það er mér bara dreymt það. Já. Maður sjá, fer Gunnar Birgisson í skeggsnýrtingu einu sinni í viku? Nei, aðra hverju viku. Já, ekki, bara ferðið ógislega vel. Fer til Víkingablandarans. Nú, einhverju líkur að koma önnum serið að tekin sig hérna. Nei, draumur minn er... Það er góð spurning. Já, draumur minn er að vera einhvern veginn með spjallhátt sem ég mun einhvern veginn að gera og þá langar mig að tekin sig inn í því. Fáum við einhvern tíman skandinavíska drauminn? Það er bara, er það ekki skrítið? Það væri geðveikt. Finnlandi og Noregi. Vakna þú. Skandinavska draum. Væri það ekki svakalegt? Finnlandi, Noregi, og þetta hljómar alveg fárulega. Mögulega, þú veist, Öddi og Steindi myndu kannski byrja í Kiruna einhvern veginn. Já. Það held ég. Já, skandinaviski draumi, ég veit það ekki. Það eru svo marga spurningar þarna. Skoðum blöð á danska undurinn Rasmus Højlund. Ég er í endalausu rifrildi við talandi mannin sem að fór í hárígræsluna. Hann gerir ekki annað en að gera grína Rasmus Højlund. Ég vil meina hvort sem hann verði hjá okkur eða ekki á næsta ári ég hef trú á Rasmus Højlund. Við vorum einu sinni með einn svona á bækinum að stublu. Svona alltaf að tala um Chris Smalling. Já. Hvernig með Smalling, er hann inn? Við börnum hann á okkur. Það var einn góður. Okay. Við slum fara í El Grande með kemi.is.
Já, gæti ég fengið söguna ef ég mætti á Mercedes Club og var eitthvað hún kemur seinna. Nei, getum við fengið hana? Nei. Og það er verið að fara að gera auka þáttum Mercedes Club. Já, þeir eiga vinsasta lagið í dag reyndar í nýjum búningi sem heitir Meira frelsi, talandi meira frelsi, nú er frelsið indislegt og þú getur farið í kemi.is og náður í þinn glussa fyrir helgina. Hvað er Series 4 að brasa núna? Hvað er Series 4 að brasa núna? Series 4 náttúrulega þegar það verður comeback í höllinni 31. maí. Við ætlum að fara í El Grande og þar sem að ég þekki engan mann sem hefur ferðast til jafn margra landa og Blöðarinn sjálfur. Blöðarinn hefur ferðast allt, hann hefur séð allt og hann hefur gert flest. Við heyrðum Jamie Carragher þar sem hann var að setja út á AFCON sem er svona vínkeppni, Afríkukeppnin í fótbolta. Það sem ég vil er leikmenn sem spilu úrslitaleikin í AFCON 2011. Nei, tjók. Ég fekk bara í magan. Já, ég byrjaði að stressa. Nei, Afríka er svo óbúslega stór og falleg heimsálfu. Ég er að fara þangað í fyrst skipti í næsta mánuði. Við hlakka mikið til og Gunni Birgjós líka. Nei, við erum farið í golf saman til Marokko með risahóp frá Dóttu fútból og ætlum að eiga þar fallega stund. Ég ætla bara að fá lönd í Afríku, drengir, og að því að Blöndal, þú ert gestur. Og þá ætla ég að leyfa þér að byrja. Það byrjaði bara á Suður Afríku. Já. Egyptaland. Já. Marokko. Já. Túnis. Já. Nígería. Já. Kongo. Já. Zimbabwe. Já. Bara herðu, djúvill, súrnaði þetta hratt maður. Hvað? Ghana? Já. Eþíópía. Já. Sómalía. Já. Við spilum El Grande í boði kemi.is. Glussi fyrir alla fjölskyldurna. Súdan. Kongo. Nei, ég var búinn með Kongo. Sorry, ég ætla að segja Tógó. Já, gef það. Já. Við erum að tala Kamerún. Já. Stór álfa, þetta er svakalega stór heimsálfa, Afríka. Gaman að fá að heimsækjana loksins. Fæ ég ekki að telja Madagaskar hann inn? Madagaskar, jú. Ég held að það er bara pottitt. Hún er í Afríku, já. 15. fjölmennasta landi með 31 miljón. Spilum við El Grande á föstudegi. Já, nú er ég bara að verða helviti kemi.is. Þetta hefur verið frábær framistað hjá strákunum. Ég veit. Já, ég verða að játa mig bara sér hann held ég. Byrju, var þetta vísbending hjá þig þegar þú sagðir Uganda? Já, Uganda, ok. Já, gott, já, ég var ekki með það. Ég var með Fílabeinsströndin. Já. Vel gest. Ég ætla að setja á 6 sekúndna skotklukku Blöndal. Þetta er búið að vera frábær framistað hjá þér og ég er bara að fara yfir leikmenn sem að kannski spila fyrir Arsenal hann er út af orðin öllum hnútum kunnur. Nei, það er svo leiðilegt útvarp þegar maður er lengi að hugsa til. Ég verð að gefa það. Allt er bara Við glendum við erum Alsír. Var Alsír ekki komið hana? Já. Það var alveg eitthvað af löndu sem vantaði. Angola kom ekki. Skutin ég var að hugsa það. Svo bjóst maður nú við því að Kenya maðurinn myndir hún þetta. Já, þetta er leiðilegt þegar maður heyrir þetta. Kenya. Já. Kenya er algjörskitað að mér. Herðu Blöndal, þetta er risa föstudagur hjá þér auðvitað klukkan 4 í dag er FM 95 Blö, svo er frumsýningin á Alheims drauminum. Já, hann er á Stöð 2 í kvöld 18:55. Beint eftir fréttir og svo náttúrulega fer hann beint inn á Stöð 2 Plus og líka gaman að koma inn á að ég held að fólk fattir ekki stundum að eins og ég keypti 2 bjóra á miðvikudaginn að kostaði mig 3,8 2 bjórar. Já. Ég ætla ekki að segja hvar því að þetta er fyrsta sinn sem ég er að fara að borga 2 bjóra og ég hugsa með mér, mér fannst það svolítið mikið. Stöð 2 kostar 3.990. Já. Þetta er næst eins og að kaupa 2 bjóra að kaupa Stöð 2 Plus og það getur hort á alla drauma. Veistu hvað þetta er veskið hjá Blöður og Litin, Gunni? Nei. Það veit að enginn, hann tekur aldrei upp. Þetta er bara þannig gæi. Góð. Þessi gauður bara andlitið á honum, það er bara ekki að klárast.
Þetta er bara þannig þegar hann tekur bara í hendurnar á fólki. Það er reyndar. Var gert gríla mér daginn, ég var að borga og bara ertu með kort. Já, það er eitthvað, það er allir með þetta í símónu núna. Ertu með fysiskt? Já, ég er með kortaðiski. Þetta er kongur. Þetta er kongur. Svo verður sæðla. Ég er hrættu breytingar. Sæðla næst til sig. Passaðu á því ekki vera að setja þetta reitt í síma. Hafðu þetta bara svona, hafðu þetta allt saman á hreinu. Ég hlakka mikið til að fylgjast með þessum þáttum. Eitt í þessu, er það algjört leyndamála því að ég var nú að fylgjast með þér í keilunni með gruna og myndi fara í keilu og að sjálfsögðu var blöðurinn fór hann í keilu. Það er svo gaman í keilu. Ég sá þarna menn sem að mig grunar að er eitthvað leyndarmál hverjir koma fram í þetta. Það miskunum bara ekkert. Ég var aðeins að njósna það, ég var aðeins að fylgjast með hverjir voru í partíinu. Já, nei, það er líka bara því að það var góðu vinir að sína stunning. Já, það var líka verið í öðrum seríum og svona. Þannig að það var ekki tengt í. Nei, það var bara þannig að þetta voru Kevin Ben og Fannar þeir voru bara sem pródúsentar og þannig að þeir ekki. Ben og Fannar? Var Benni líka? Þú með 2 gæjar sem eru talnir einhverju þeir finnust á landinu. Já. Sagði bara blöðurum við þá. Verið bara fréttamélina. Þeir eru báðir góðir á kameru og pródúsentar. Sagði þú bara, herri strókar. Ég var að reyna í að þessu að þeir verið með þessu. Það er Atlavík sem bara hefur samband við þá hvort þeir séu til að koma með. Og þeir eru þetta bara með skemmtilegri mönnum sem ég hitt og það var geggjað að hafa. En þú sagði bara, þeir eru algjör snillíkar en fyrir aftur vélina strókar. Nei, ég sagði það. Þetta er the blöð sjó. Ég sá bara þessar myndir, ég horfði á þá, ég hugsaði, það er twist. Þeir eru með bara. Við hefðum alveg mátt nefna þá líka því að það var náttúrulega laugardaginn. Við þurfum að hugsa vikuna föstu. Þeir náttúrulega eru klálega sigurvegari og ég kannski, vonaði að sé í lagi ykkar vegna en ég ætla að fá að nefna Gunnudís líka. Það voru frábært. Hún er bara eins og blöð, hún er mér og í toppformi. Ef það er í lagi ykkar vegna þá ég ætla að fá að velja þig líka sem séu vera. Frábært innslag með þér og Hjamma og Eddu. Þetta var fullkomið kvöld hjá RÚV fyrir utan það að vera með bara svona fór í stíginn, núna getið þið breytt í kjósið. Þetta átti bara að loka allt á sama tíma. Þú veist hvernig Rúnar Freyr hann er bara, þú veist He's built different. If it makes dollars, it makes sense. He's built different. Já, ég held að sé, þegar menn kíkja á reikningin eftir þetta, þá er þetta ágætis hugmyndin. Það held að þetta hannig. En nei, Eurovision, mjög skemmtilegt, ég er sammála því. Já, Villi Sigges og Þór Freysson. Já. Þetta snýst nú svolítið líka þetta hérna. The Bunsen Burners. Það ekki ástæðan fyrir FNÍ blöð var í eftir seti? Bara alveg í lokin. Og ég er ekki að djóki þér. Það er ótrúlega margir búin að spyrja, hvenær er alltaf FNÍ blöð í Eurovision? Það er ekki verið að gerast. Þú, veistu hvað, nú ætla ég að Valdeblaði smá. Þú er búin að bæta þessum söngvari. Ég er búin að hlusta á því syngja live og svona. Þetta er bara að verða fínt hjá þér. Ég get bara kvittað heilsuður. Þannig að á hverju er ekki með? Krakkarnir elskir ykkur. Það er einhver sem ég hefði viljað sjá Æskær. Mæta þarna í Ég væri til að sjá ykkur. Ég væri til að sjá FNÍ blöðuna. Taka Sverrir Bergman með ykkur. Það er ólíklegt. Reyndar, hann er alltaf með það. Þetta er allavega áskorun. Já, þetta er áskorun hér með. Við veit af henni. Takk fyrir það. Dóttir fútból, þakka fyrir sig á föstudegi, Guð blessi ykkur öll.